Þau fagnaða tíðindi bárust í gær að vókið dautt og þjóðin drap það. Ég tek aftur á móti ekki endilega fagnandi að Píratar og VG sé að falla af þingi, en aftur á móti þetta náðarhögg á móti þeim öflum sem hafa svona ráðið ríkjum og gengið hvað harðast fram í réttrúnaðinum. Nú tekum við ný ríkisstjórn sem mun þurfa að takast á við mjög erfiða tíma, en aðeins 6 flokkar eru nú á þingi og það hafa aldrei verið jafn fáir flokkar á þingi síðan árið 2007 þegar að þeir voru jafn margir, og þá hefur almennt verið talað um svona 4+1 eða 4 flokka kerfið, og svo virðist sem að við erum allavega að færast svona nær því kerfi aftur. Þið eru að hlusta á hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er mánudagurinn 2. desember og árið er 2024. Jæja, sögulegar kosningar yfirstaðnar, og mér langar aðeins að byrja á svona smá yfirferð það sem ég er búin að vera að fjalla undanfarin ár, en það er þessi hægri sveifla, og nú kann einhverjum að finnast að langsótt sem ég er að fara að fjalla hérna í dag, en það var nokkuð fyrirsjáanlegt að mínu mati að vinstrið myndi bíða afhroð í þessum kosningum, og nú er úr orðið að 10% kjósenda hafa ekki forsvarsmann inn á þingi, sem að þýði það, ég veit nú ekki alveg hvernig vinstrið þarf að ná vopnum sínum að ný, en það gerir ráð fyrir því að það mun ekki vera aftur í gegnum réttrúnaðinn. Réttrúnaðurinn er náttúrulega eitthvað sem að kemur og fer í svona mismunandi birtingamyndum, en sem betur fer erum við að horfa undir iljarnar á því núna, og ég vona nú að þessu tímabili sé allavega lokið í bili. En eins og ég segi, þá er þjóðin búin að gefast upp á þessu, sérstaklega svona þessari hugmynd að manneskjan sem er best til þess fallin til þess að leysa vandamál sé endilega sú sem að er móðguðust eða sárust yfir hverskins vandamáli hverju sinni. Og við erum búin að vera að sjá þetta rosalega mikið í almennri pólitík, sem að er náttúrulega að mínum mati líka ástæðan fyrir því að það er úr orðið hvað ég var að segja, slæmt stjórnmála umhverfi. Allar umræður hafa snúist það hver sé móðgaður, hver sé sár yfir því hvernig aðrir eru að tala og fleira þar fram eftir götunum. Og ég held reyndar að upphafið af þessu náðarhöggi hafi verið COVID-19, þegar við algjörlega mistum okkur, og réttrúnaðurinn ef við líka horfum aðeins í baksýnisspegilinn, þá hefur það verið og voru þau öfl sem hafa gengið hvað harðast fram í réttrúnaðinum, sem að voru líka tilbúin til þess að ganga hvað harðast fram í COVID-aðgerðunum. Og það sem við þurfum náttúrulega að skoða aðeins í þessu ljósi er að við erum með ákveðin svona róttækan arm samfélagsins, sem að er oftast vinstri sinnaður, sem að segist vera að berjast fyrir þeim sem minnst mega sín, en er náttúrulega í flestum tilfellum að sækja og sanka að sér ákveðnum völdum. Þetta hefur náttúrulega ollið því líka að þeir sem að svona eru í forsvari fyrir hennar hóp hefur tekist að eyðileggja málstaða sem virkilega var kannski eitthvað sem hefði mátt skoða betur. Me Too er frábær dæmi það. En eins og segi, þessu er lokið núna. Móðgaðasta manneskjan er ekki sjálfkrafa orðin sú manneskja sem að er best til þess fallin að takast á við vandamál. Og ég ætla ekki að neita því að þetta er ákveðin sigur fyrir mig persónlega, því ég hef verið að berjast gegn réttrúnaðinum í rúm 12 ár á tímabili sem að ég var meðal annars vinstri maður, en það spilar einn stóra rullu að hafa ekki geta verið meðvirkur gagnvart því, hvað ég var að segja, sem við höfum orðið bara vitni af, og þau viðbrögð sem maður hefur fengið í gennum tíðina fyrir það að styðja ekki COVID-aðgerðir, Me Too eins og ég var að nefna, bull, svona einhver kynþáttapólitík frá Bandaríkjunum, sérstaklega þá eins og segja vinstri manna sem eru náttúrulega að reyna að smega þessi bakteríamegin í hugmyndafræðilega baráttu án þess að geta sýnt fram á einhvers konar hugmyndafræðilegt ágæti, að þá smegja þessi bak við það að geta einhvern veginn skamma þig til hlýðni, og þar alveg hafi þau rétt fyrir sig. Maður heyrir þetta alltaf, þau eru svona 1-2 skrefum frá því að byrja að tala um það að kapitalismi sé rót alls ills. Svo er náttúrulega bara gegndarlaus meðvirkni gagnvart íslam og klæðaburðarkröfu kvenna, hugtökum á borð við menningarnám og svona inngildingu og kyngervi og öðru því líku, og svo ekki nema sé minnst nema sjálfsögðu
meðvirknina gagnvart því að fyrirgefa rétt okkar að bæta kjör barnan okkar undir þeim formerkjum að við sem bjarga jörðinni þegar aðra þjóðir þurfa ekki að lúta jafn ströngum ramma í orkumálum og samhliða því erum við búin að náttúrulega einhvern veginn löngu búin að ná öllum þeim aðgerðum sem að aðrar þjóðir ætla að fara í en samt einhvern veginn erum við tilbúin til þess að skammast okkar mest, við erum tilbúin að gullhúða mest, við erum tilbúin að ganga harðast fram í því að vera einhvern veginn að skammast okkar fyrir okkar tilvist þegar í rauninni eins og með orkumálin að þá stöndum við öðrum þjóðum miklu framar en einhvern veginn þá þurfum við einhvern veginn að vera að skammast okkar fyrir alla okkar tilvist. En nú þykir það allavega orðið vinsælt. Það orðið cool að vera á móti rétttrúnaðinum sem að ég tek fagnandi. Út af því að eins og ég segi, það að sjálfsögðu orðið auðvelt og þar af leiðandi það orðið cool. Það voru ekkert alltaf allir á vagninum. Sumir jafnvel eru svona að reyna að telja fólki í trúum að þeir hafa alltaf verið og staðið svona keikir í baráttunni þegar að það einfaldlega ekki rétt. En ég tek því samt, eins og ég segi, ég tek því fagnandi að við séum búin að svona átta okkur á því sem samfélag en það þola ekki þetta svona hvað ætlum við að gera sem samfélag. Þetta svona ákveðin ábyrgðarfirring fólk sem að telur sig vera best í þess fallið að takast á með einhver verkefni að þá alltaf hvað ætlum við að gera sem samfélag. Það aldrei spurt hvað ætla ég að gera, alltaf svona hvað ætlum við að gera sem samfélag sem að náttúrulega ber þess merki að sá sem að talar það að samfélagið eigi að vera að gera x eða uppslón að manneskjan sé ekki tilbúin að leggja neitt á vogarskalana sjálf. Og ég veit alveg að ég að nefna þetta í svona 100. skipti en það bara mikilvægt að hamra þetta jafn á meðan það heitt því að það eru svo stórkostleg verkefni framundan og að það verður sjálfsögðu, ég veit ekki það verður bara frekar áhugavert að sjá hvernig til dæmis eins og tökum bara sem dæmi núna ríkisstjórnin sem að fara líklega að myndast með einhvers konar samfylkingar viðreisnar þema, spurning bara hvernig þeir taka með sér að spurning hvernig samfylkingin hagar sér núna sem eini vinstri flokkurinn eru þau að fara aftur þá í einhvers konar reyna að draga til sín þetta woke-fylgi eða eru við einfaldlega búin að gefast upp á því. Ég var að ræða með mann sem ég ber mikla virðingu fyrir sem að sagði mér það að framsókn ætti að vera fólki víti til varnar út af því að Sigurður Ingi og þau hjá framsókn fór einhvern veginn að reyna að keyra á svona ákveðni svona woke stemmingu, fór einhvern veginn að blikka í þá átt en uppskar ekki meira en hann gerði. Ég veit ekki hvort það verið skynsamlegt fyrir samfélkinguna að gera það. Kannski verður það bara frábært að fara einhvers konar svona leið að vera svona, við erum efnahagsstjórnin en samt ætlum við að svona halda okkur við efnið í svona rétttrúnaða fræðunum. En ég held eins og ég segi að sérstaklega unga fólkið eins og ég mun koma inn á núna eftir smá að þau eru alveg búin að gefast upp á þessu. Þannig að ég orðin mjög bjartsýnn fyrir þeirri kynslóð sem að koma núna. Og ég kannski bara ræði þetta núna því að unga fólkið á eftir að spila stóra rullu í stjórnmálum. Þau náttúrulega við tökum bara eftir því hvað TikTok spilaði stóran þátt í þessu, við tökum eftir því hvað samfélagsmiðlar spila stóran þátt í þessu. Ég hef náttúrulega ekkert fundist eitthvað frábært að krakkar séu að taka þátt í einhverju pólitík, en þetta aftur á móti fólk sem verða fullorðnir einstaklingar eftir ekki svo langa tíma. Og þar af leiðandi erum við með ákveðin svona, ég veit ekki hvernig ég orða þetta, ákveðin neista hana undir sem að gæti kveikt í ákveðinni púðutunnu eins og við erum búin að vera að sjá og þá ég ekki að tala um einhvers konar byltingakendar þróun, ég bara að tala um að breyta öllu landslæginu í pólitíkinni. Ég held að ungt fólk muni koma til með að hafa miklu meira áhrif á það hvernig við ræðum stjórnmál. Við sjáum að bara núna var ekki hvenær var það? 2021 eða eitthvað sem ung börn voru valin maður ársins fyrir það að vera í umhverfisaðgerðum en núna eins og ég var að skoða krakkarúf þá var það ekki, ég held að Píratar hafi verið þeirra einu sem að töluðu fyrir einhverju loftslagsaðgerðum við unga krakka, það að segja í krakkarúf, þetta eru krakkar kringum 15, 16, 17 held ég. En eins og segi, ég bjartsýnn gagnvart unga fólkinu og ég ætla að sýna ykkur 2 myndbönd máli mínu til stuðning sem eru úr krakkafréttum eða krakkakosningum held ég. Og þetta var svo þetta RÚV og þetta annars vegar framboðsræða Miðflokksins í þeim kosningum en svo þegar úrslitin voru tilkynnt þá var mjög áhugavert að sjá svona þau viðbrögð sem að það vakti
Og ég ætla að sýna ykkur þessi 2 myndbönd og svo ætla ég að ræða þau við ykkur. Af hverju ætti krakkar að kjósa Miðflokkinn? Það einfalt. Miðflokkurinn hugsar alltaf framtíðina þegar þau taka ákvarðanir. Við í Miðflokknum viljum gera lífið betra fyrir ykkur og fjölskylduna ykkar. Við viljum hjálpa öllum að eiga gott og öruggt heimili, þannig að einnig þurfa að hafa áhyggjur af því hvar hann býr. Þegar krakkar verða síðan eldri ætti að vera auðvelt fyrir þá að safna sér pening og kaupa sitt eigið hús eða sína eigin íbúð. En það ekki raunveruleikinn í dag. Í dag orðið rosalega dýrt að kaupa í matinn og byggja hús. Þetta vegna hlutar sem heitir verðbólga. Hún verður til þegar ríkisstjórnin eyðir meiri pening en hún á og mun Miðflokkurinn fara í það að spara. Svo það verði allt ódýrara aftur á Íslandi. Við trúum á mikilvægi menntunar, við viljum tryggja velferð allra barna á Íslandi og tryggja að þau fá að búa á öruggu heimili. Því það skiptir rosalega miklu máli. Og mikilvægt að styrkja við úrræði fyrir þau börn sem þurfa aðstoð. Miðflokkurinn með skýra íþróttastefnu og hreyfing barna mikilvæg, bæði fyrir líkamlega og andlega heilsu. Ef Miðflokkurinn kæmist í ríkisstjórn, myndi hann fara strax í þessi mál. Ásamt því að búa til kerfi þar sem auðveldara fyrir innflytjendur, hælisleitendur og flóttafólk að læra íslensku og verða partur af samfélaginu. Kjósið Miðflokkinn, því við viljum tryggja framtíð allra barna á Íslandi. Miðflokkurinn. Þetta var sem sagt kosningamyndband Miðflokksins og það voru, eins og ég var að fjalla það voru allir flokkar með einhvers konar myndbönd fyrir krakkana. Og krakkarnir horfðu á þessi myndbönd og kusu út frá því. Og í þessu myndbandi þarna barn sem örugglega aldrei við þá sem voru að fara að kjósa í þessum kosningum og fór hann yfir þarna svona forsendur sem hann telur liggja fyrir og að hans mati lýsa þeim veruleika sem að börn standa frammi fyrir á næstu árum. Hinir flokkarnir voru með svona, þokkaleg ávörp í sumum tilfellum en sumir voru einfaldlega bara að gera hræðilega hluti þar sem þeir voru að tala við krakkana eins og þeir væru bara smábörn og skildi ekki neitt. En úrslitin, vægast sagt, komu á óvart eða ekki, en hér má sjá myndband það. Hvernig ákváðu þið? Hvað ætlið að kjósa? Ég horfði bara á vídeóið, sko, já. Og ákvaðstu þá? Já. En þið hinnar? Bara eiginlega sama, bara. Sama. Þarf maður að segja öðrum hvað maður kýs? Nei, ekkert endilega. Nei, alls ekki. Heyrðu, þá held ég að sé ekkert eftir nema að kynna niðurstöðunar. Getið fengið trammir? Miðflokkurinn sigurvegari krakkakosningana í ár. 25%? Hvað kusu þetta eiginlega margir krakkar Miðflokkinn? 1515 krakkar, en svo voru Píratar í öðru sæti með 13,5%. Þeir voru náttúrulega með hund í sínu myndbandi. Svo var Miðflokkurinn eini flokkurinn sem með krakka í sínu myndbandi. Hinir flokkarnir geta tekið niður nótur fyrir næstu krakkakosningar. Já, það sem alveg sérstakt við Miðflokkinn í dag að mínum mati, og ég kaus hann ekki þó svo ég muni koma til með að fara hlýjum orðum hann hérna í dag, að þá gerðu þeir margt vel. Þeir náttúrulega uppskáru ekki mikið og ég taldi þeir myndu gera og örugglega ekki þeir sjálfur, ég held þeir eru stærri. En aftur á móti þá þarna eins og þið sjáðu 25% ungs fólks sem að fara að kjósa Miðflokkinn eða hefðu kosið Miðflokkinn undir þeim formerkjum sem að voru lögð fyrir þau. Og ég held, sko, ég náttúrulega kenni úlingum og þetta það sem ég búinn að vera að heyra undanfarið ár, að krakkar að verða miklu íhaldssamari. Öll þessi svona réttrúna stemming þrátt fyrir það að við erum búin að sjá myndbönd frá RÚV og öðrum stöðum þar sem að krakkar rosalega umhuga öll svona þessi málefni sem eru bara ótrúlega fjarr okkur, að flesti krakkar eru eiginlega alls ekki á þessum stað. Það var strákur það var stelpa sem að sagði þetta við mig daginn og hún sagði eina sem að RÚV gerir að fara upp í MH og reyna að taka svona, punktstöðu á ungu fólki þegar allir vita það að MH, ég ætla nú ekki að fara yfir hvernig hún orðar það, en hún sagði þess að fór svona óblíðum orðum það að þetta væru ekki þverskurður þess ungs fólk sem væri í framhaldsnámi í dag. Og það náttúrulega eins og ég segi, það búið að vera svona skringileg umfjöllun Miðflokkinn. Það kom reyndar, ég verði eiginlega að lesa þetta fyrir ykkur, það kom ég þarf reyndar að finna þetta.
ég með þetta hérna. Það var ótrúlega fyndin grein sem kom út á Heimildinni þar sem að var meðal annars farið yfir það hvernig hérna sko kosningavaka Miðflokksins hafi verið. Ég ætla að finna þetta. Já, þetta er hérna efst í mest lesið. Og sko þetta er svona blaðamaður sem að fer þarna á kosningavöku Miðflokksins. Ég fór þarna líka og ég mitt sagði Siggu Andersen ég hafði ekki kosið hana, hún alveg tók mig á teppið. En hérna, eins og segi, þetta er svona titlað sem vettvangur og er hérna kosningavaka Miðflokksins. Ungir karlmenn, maka og fyrstu tölur. Og sko ég ætla bara að lesa aðeins í þessu fyrir ykkur út af þetta er ótrúlega fyndin framsetning sko. Hérna, hún titlar sig síðan sjálf. Hún heitir, skal ég ykkur segja, Ragnhildur Helgadóttir og hún titlar sig sem blaðamann Heimildarinnar sem að, og nú byrja ég að lesa. Blaðamaður Heimildarinnar var viðstaddur kosningavöku Miðflokksins í Valsheimilinu í gærkvöldi. Þar var samankominn mikill fjöldi ungmenna, einkum karlkyns, og svo er hérna í tilvitnun: Ég veit ekki hvort að Sigmundur Davíð er anti-establishment en ég trúi því að hann ætla aðeins að hrista upp í hlutunum, sagði einn gestur sem bar rauða maka derhúfu. Ok, þetta er ekkert svakalega merkilegt, en núna byrjar skemmtunin sko. Þið verðið eiginlega að hlusta á sko frásagnarmátan sem er eitthvað sem að ég hef ekki séð áður. Ég veit ekki hvort að hann er meira skapi, en mér finnst hann allavega skemmtulegur upp á það er mikið skemmtanagildi í honum. Og lestur hefst. Og ég ætla að setja smá svona blæ á þetta. Og þetta er upphafið á pistlinum. Hann fjallar ekkert, ég veit ekki hérna, ég er ekki blaðamaður sjálfur en ég er fjölmiðlamaður, þannig að fólk er alltaf að tala um það svona sem er í blaðamennsku sem ég þekki. Fjallar alltaf um það, þú verður að vera með í fyrirsögninni hvað fréttin er og svo verður að fjalla strax efnið til þess að fólk fái smá svona keima því sem að koma skal. En það er ákveðið stílbrot hérna sem að ég reyndar, ég fíla ákveðin svona rebelisma. Klukkan er 20 mínútur í 10 að kvöldi kjördags og ég geng ákveðnum skrefum að Valsheimilinu þar sem kosningavaka Miðflokksins mun fara fram. Ég geng hratt. Það er nístingskuldi og ég þakka sjálfri mér fyrir að hafa farið í úlpu frekar en kápu. Ég átta mig ekki nákvæmlega á því hvert ég er að fara, en fer þangað sem ég sá annað fólk ganga. Svo er hérna millititill. Við erum alveg harðir með skilríki, er það ekki? Ég veit nú ekki af hverju þetta er umfjöllunarefnin allavega. Ég elti 2 unga menn sem virðast vita hvert þeir eru að fara. Þeir ganga á undan mér upp stiga sem virðist leiða að veislusalnum. Í dyrunum stöðvar þá hins vegar svartklæddur maður með talstöð. Góða kvöldið, eru þið með skilríki? Spyr dyravörðurinn. Strákarnir verða kindarlegir. Þeir eru ekki með skilríki. Þarf maður að vera með skilríki eða? Spyr annað þeirra. Já, það verður áfengi hérna. Þú verður að vera 18 ára með skilríki, skýrir dyravörðurinn en kallar samt á samstarfsmann sinn til að vera alveg viss. Við erum alveg harðir með skilríki, eða ekki? Alveg grjótharðir, svarar kolleginn. Hingað er aðeins fullorðnu fólki hleypt inn og strákunum er vísað frá. Ég lauma mig fram hjá dyravörðunum. Engin tilraun er gerð til að skilríkja mig. Svo annar hérna millititill. Hafið ekki tíma til að skoða þetta. Í salnum er hvíta dúkalögð borð og grænum bláum ljósum hefur verið komið fyrir. Litirnir minna á norðurljós. Fólk tínist inn á sama tíma og ég. Í fyrstu sé ég ekki eina konu. Þessi samkunda verist umsveitin jakkafataklæddum karlmönnum á öllum aldri, en engum ungum. Satt að segja er alveg furðulega mikið af ungu fólki hérna. Mætingin verist ágætt. Ég eigi Snorra Másson, oddvita flokksins í Reykjavík Suður. Lengra enn í salnum sem og einhverja konur. Hæ! Kona 30 kemur og faðma mig. Ég er með eindæmum, sko. Svo heldur hún áfram, ég aftur að skrá mig inn hérna, ég er með áskrift á heimildinni sko, þannig að ég bara á eftir að finna password aftur. En allavega, svona heldur þetta áfram ótrúlega lengi og ég veit ekkert hvað hún er að fara að tala. Og þetta er ótrúlega fyndin framsetning og þetta er eins og ég segi, þetta er eins og einhver svona
ég les nú ekki mikið af svona skáldskap eða einhverju því, en þetta er svona þessi frásagnar stíll er alveg stórkostlega undarlegur með það sem að ég á að vera einhverju nær í því hvað er verið að fara að fjalla en svo, eins og segi, það kemur ekkert meira fram í þeim pistli sem að, ég veit ekkert, ok, og núna segjum svo að ég er að fara að skrá mig inn og ég ætla að lesa meira, að þá veit ég ekkert hvað ég er að fara að kaupa ef ég vil lesa þessa nákvæmlega þessa grein, að þá veit ég ekkert hvað ég er að fara að kaupa og þetta er mjög skrítið, ég veit ekki hvað mér finnst þetta en Snorri Másson nefndi mitt á viðburði Stefánssonar og Spursmála sem var svona uppgjörstáttur að hann hafi talið að þessi blaðamaður, hann mitt vitnaði í þessa grein og hann taldi að þessi blaðamaður hafi verið að komast á miðflokkslestina og hann hafi séð svona glampan í augunum á henni og hún hafi svona borist með straumnum á ákveðnu leyti og ég veit ekki, miðflokkurinn er orðið mjög áhugavert fyrirbæri í íslenskum stjórnmálum ég reyndar held að þeir hafi aðeins klúðrað málunum undir lok baráttunar ég held að þeir hefðu getað gert þetta mun betur í svona lokin á baráttunni sumir stóðu sig betur heldur en í byrjun á baráttunni, sumir byrjuðu illa enduðu vel, sumir byrjuðu vel og enduðu illa en svona heilt yfir þá eru þeir allavega að svona slá sig og eru búin að gera sig gildandi í umræðum ég veit nú ekkert hvort þeir vilja fara í ríkisstjórnarsambandi eða ekki en þeir eins og segi, þeir heilt yfir gerðu þetta vel þó svo að ég telur reyndar að hafa verið gerð mörg mistök í lokin sem ollu því að þeir urðu ekki stærri heldur en raun ber vitni en nóg það, aðeins ríkisstjórnarsambandið sem að nú er að klárast og svona aðdraganda kosninga ég ætla reyndar að koma með þá kenningu núna að næsta ríkisstjórn muni ekki starfa út tímabilið ef ég ætti að giska þá myndi ég segja að hún starfi í 3 ár ástæðan er einfaldlega svo að það eru svo gríðarlega erfið verkefni framundan að svona hreyfanlegar stærðir eru svo ótrúlega margar og það verða rosalega stór mál sem að verða bæði tíðari og stærri og ef ég horfi tilbaka þá held ég að vandamál þessara ríkisstjórnar hafi verið svolítið svona að gera sér ekki grein fyrir því að þau væru búin þó svo að sum inngrip voru góð þau héldu ágætlega á efnahagsmálunum en það var bara einfaldlega allt og mikil meðvirkni gagnvart eins og peningamálum og allt frá því að COVID-19 var og COVID-19 lauk og ég ætla að leyfa mér að tala mjög óvarlega því að nú veit ég að kjarasamningsgerð er á milli vinnumarkaðsaðila og stéttarfélaganna en ríkisstjórnin hefur undanfarin ár alltaf komið að borðinu þannig að hún hefði mátt svona benda á eða taka í handbremsuna með öðrum hætti á ýmsum hlutum og ástæðan fyrir ég er að tala þetta í sambandi við ríkisstjórnarsambandi er bara mér langar bara að nefna eitt dæmi það hvernig ríkisstjórnin hélt á hlutunum í kjarasamningsgerð og eins og segi, þeir koma alltaf einhverju leyti að málunum núna síðast að samþykktu er náttúrulega bara 80 milljarða innspýtingu inn á kerfið sem að meikar ekkert sens og þetta er eitthvað svona, og ég er að fara að nefna annað dæmi þetta er bara eitthvað sem fólk gleymir og ég ætla bara að nefna örsnögt dæmi bara svona til að færa rök fyrir mínu máli árið 2023 kröfðust stéttarfélögin þess samtímis að hækka laun 10% eða 8,65 til 11,85 held ég þetta er eitthvað það bil 10% að meðaltali hækka laun 10% samhliða því að vinna minna 10% og að því að þessi 10% launahækkun sem var gerð árið 2023 í eins árs samningum ég vil að fólk gerir sér grein fyrir því hversu galnar forsendur þetta eru þannig að ég ætla bara að segja þetta aftur við hækkuðum laun 10% þetta er eins árs samningar 10% og 10% minna í samningum sem voru gerðir til eins árs reyndar var náttúrulega byrjað að innleiða styttinguna fyrr á ákveðnum sviðum en styttingin var svona fyllilega innleið sérstaklega á opinbera markaðinum í kjölfar þessa samninga 2023 út af því að styttingin hafði komið sér illa á ákveðnum sviðum en við náttúrulega vitum það líka að sumir eru ekki eins og búin að fá styttinguna og sérstaklega þá einyrkjar og aðrir sem eru í annarri vinnu sem hefur ekki að gera með föst laun hins opinbera
En kjarasamningar eru vanlega gerðir sko til 4 ára og þar ekki samið svo mikla hækkun, en þetta voru 10% til 1 árs. Svo náttúrulega rúsinan í pilsvendanum svo að í þessum kjarasamningum sem að reynda Villi Birgir, sem ég fíla mjög mikið, ég dýrkaði Villi, en hann sagði að það hefði verið bestu samningar sem hann hefði gert, að mig minnir, ég held ég sé að muni þetta rétt. En rúsinan í pilsvendanum sko náttúrulega sjálfstæður brandari, en þegar þú leggur á borð allar þessar forsendur þá ertu komið með heilt uppistand, að þessi hlutir voru innleiddir, og haltu þér kæri hlustandi, innleiddir til þess að takast á við verðbólgu. Þannig að við fórum eftir bara einhverjum svona Robert Mugabe hagfræði og sögum bara já, heyrðu, vinnum 10% minna, út af því að það var búið að ljúga því að okkur að þetta myndi koma til með að auka framleiðslu einhverju leyti. Þetta myndi sko út af því að fólk væri svo miklu betur upplagt til þess að takast á við verkefnin, að í rauninni ef þau fengju 10% minna eða þyrftu 10% minna að vinna, að þá myndu þau einhvern veginn vera betur upplagð eða eitthvað til þess að takast á við verkefnin. 10% minna ofan á 10% launahækkun til að takast á við verðbólgu sem var að hækka. Og þetta samþykktu við. Þetta var bara álitið sem góð hugmynd. Og þetta bara sko eitt dæmi af fjölmörgum sem þessu ríkisstjórnarsambandi sko eins og segi meðvirknin. Við erum að tala 450 milljarða innspýtingu inn í kólnað hagkerfi til þess að við myndum sko ekki þurfa að hægja á neyslu út af því að við sem neytendur erum bara nei, við látum bara framtíða kynslóðir taka þann skell, við segjum bara nei, ég á skilið tenniferðina. Ég set bara upp á mig grímu og já, en er ekki hagkerfi eitthvað að kólna, ekki 20.000 manns að missa vinnuna. Já, nei, það varðan mig ekkert Þetta bara orðið mannréttindi, ég á bara skilið mannréttindi í og svo samlega þessu sko, athugið það líka, því var lofað að styttingin var samþykkt 2019 með lífskjarasamningunum, en það var svona í skrefum innleitt, sérstaklega þá sem eru svona ekki á föstum 8-4 vöktum, að þetta myndi koma til með eins og segja að bæta allt, og svo var þetta aðeins erfiðara með vaktavinnuna. En sko, hvað hefur eiginlega átt sér stað síðan þetta var? Kulnun hefur ekkert gert nema að margfaldast, orðið miklu stærri í sniðum. Það er miklu fleira kulna núna eftir þessa frábæru innleiðingu styttingu vinnuvikunar, út af því að það var allt orðið svo ómögulegt. En þessu var lofað að það yrði bæði meiri framleiðsla og fólk yrði minna álagi sem myndi valda minni svona kulnun í starfi. Ekkert af þessu gerðist. Framleiðni minnkaði, verðbólga jókst út af því við hækkum launum 10% og kulnun jókst. Og við alveg, já, nei, hvað gerum við næst? Jú, heyrðu, 80 milljarða innspýtingu frá hinu opinbera líka bara. Bara svona í, hvað var verðbólgan þegar það var gert? Þú veist, við erum í einhverjum Robert Mugabe veruleika, þar sem að við erum einhvern veginn bara að gera grína sjálfum okkur, en meðvirknin sko gagnvart frá hægrimönnum er búin að vera svo gengdarlaus að það er eiginlega bara engu lagi líkt sko. En ég ætla ekki að fjalla meira þetta, mér langar aðeins að tala bara kosningabaráttuna. Hún var snörp og atburðarík, skandalar og margt fleira, mismunandi miðlar tókust að sjálfsögðu á hygli og mér fannst þetta mjög gaman að taka þátt í því. Ég var að reyna að gefa út þátt á dag. Það var orðið svolítið þungbært, sérstaklega sko þegar maður ég er að vinna efni sjálfur og vinna hljóðið sjálfur, að þá fann ég alveg sjálfur að maður var svona kannski aðeins byrjar að draga úr sko gæðunum, út af því að maður hafði minni tök á því að undirbúa sig. En eins og segi, hlaðvörpin komu samt sem áður sterk inn og þetta var allt saman bara mjög gaman. En ég ætla að tala sko, ég held að ég er búin að velta mikið fyrir mér sko hvað hafa verið besta útspilið. Þetta var svolítið skrítin barátta, það voru ekkert eitthvað margir með eitthvað svona snilda ráð eða eitthvað þannig. Flokkur fólksins var náttúrulega með bara einhvern veginn svona alls konar. Maður átti svolítið erfitt með að svona meta, þau eru náttúrulega með þetta útspil lægstu laun, skatta og skerðingalaust. En það er eitthvað sem þau hafa verið að tala lengi. En ég held sko að besta útspil þessara kosningabaráttu hafi verið hið margumtalaða EHF-gat og ég er búinn að vera ótrúlega hugsi yfir þessu öllu, því að
eins og allir vita þá var þetta náttúrulega ekki gáfuleg framkvæmd. En núna aftur á móti sko Kristrún búin að koma sér í þá stöðu að hún með eitthvað sem hún getur notað í samningaviðræðum sem málamiðlunarfórn og þar af leiðandi fengið eitthvað í staðinn. Og sko ég nánast þora að fullyrða það að enginn í Samfylkingunni vilji loka EHF-gatinu, hvað sem það nú reynda þýðir. Enda þegar það kom til þess að verja þetta mál að þá voru svörin að mínum mati frekar slöpp. Og ég fór að mér fannst þetta svo áhugavert þegar þau komið með þetta. Þau voru á ákveðnu uppsiglingu, þau voru búin að takast á við svona erfiða þætti og ég fór að hugsa bara þetta ekki að fara að bæta ykkar stöðu og meðan við sko hvað þau eru ótrúlega klár í svona calculation á því hvernig best að móta sig áfram. En svo aftur á móti, eins og segi, og eftir að maður fór svona að hugsa þetta að þá fór ég sko að hugsa það samt mjög stórt hlutfall á vinstri vagnum sem ekki spenntur fyrir VG, Pírötum og sósíalistum sem ég náttúrulega eins og þið getið séð hér. Hvað heldur þú? Já, ég nú ekki mikla þetta bara eins og það sko. Ég held bara ég fast í mína skoðun að ég held að engin vinstriflokkur ná inn en að því undanskild. En þetta var ákveðið blikk í þessa átt og ég held að þau hafi svona gert sér grein fyrir því að þau þurftu að tala að hluta til út af því að þau voru búin að færa sér til hægri að þau þurftu svona aðeins að blikka í hina áttina og þannig að þetta gerðist og þetta svona sko þessi útreikningur og ég kannski þetta bara eitthvað ótrúlega langsótt og þau voru ekkert að spá í þessu þannig en ég held aftur á móti með að við hvað sko allar aðgerðir sem að þau hafa farið í frá því að Kristrún kom á sjónarsvið hefur verið mikil svona, verið sniðug að þá held ég að þetta sé þríþætt. Í fyrsta lagi náði Kristrún á lokasprettinum líklega að taka mikið af þeim atkvæðum sem annars vegar hefðu farið til hinna að tryggja vinstri flokkana sem núna ekki að fara á þing. Tveir að sjálfsögðu að falla af þingi eins og við erum búin að fjalla sem að þýðir það að það fjöður í hatt Kristrúnar að hafa útrýmt róttæka vinstrivæng stjórnmálanna. Í öðru lagi þá kom hún kom sér á dagskrá og ég veit ekki hvort að fólk gerir sér almennt grein fyrir því en það var orðin svolítið mikill vandi hjá þeim upphaflega í upphafi baráttunnar og hún fjallaði það að þetta væri svona setti það eins og afturlappunar hvað Bjarni gerði þetta fljótt að þau voru í ákveðinu svona í baráttunum athygli að þá var þeim ekkert að ganga sérstaklega vel. En þetta kom þeim rækilega á dagskrá og sérstaklega svona á réttum tíma myndi ég segja. Þetta var nógu snemma til þess að það væri svona myndi halda sér en nógu seint líka til þess að myndi ekki alveg taka yfir alla umræðina. Og í þriðja lagi sem sjálfsögðu sko frábært fyrir flokkin núna að hann með Trump á hendi sem að væri hvort þið ekkert að fara að koma að gagni. Þetta sérst málamiðlunartól sem svona eins og segi fyrirbæri sem að þeim langar ekki einu sinni held ég að ná í gegn. Þannig að ég sko held að þessi útreikningur hafi verið gerður fyrirfram og kannski eins og segi, kannski ég bara að lesa ómikið í þetta en ég held aftur á móti að þetta sé nokkun veginn svona, ekki það að þetta myndi nákvæmlega falla svona en að þau myndu endingu græða á þessu og eins og segi, ég búin að vera mjög hugsi yfir þessu en mér þykir þetta vera algjör snild því að ég held raunverulega að þeim langi ekkert að koma þessu EHF-gati á laginnar en núna eru þau með ákveðið málamiðlunartól bara við sleppum EHF-gatinu og við fáum eitthvað í staðinn þannig að þau eru rauninni með fríspil á hendi hvað var það. En svo var líka rosalega mikið talað borgaralega ríkisstjórn og það búið að vera reyndar talað það svona undanfarið, hann var einmitt Snorri Másson á vettvangi spursmála í Nordica sem var svona uppgjör sem mjög skemmtilegur þáttur sem var svona live show að þá var talað borgaralega ríkisstjórn og ég sko eins og segi, ég veit ekkert alveg hvað þetta þýðir borgaralegi ríkisstjórn eitthvað svona og borgaralegir flokkar eitthvað svona orðatiltæki sem að fólk hefur verið svona nefna hingað og þangað svona í fljótu bragði þá tel ég að þetta vera einhvers konar menningar íhald sem að byggja á því að við eigum að viðhalda sameiginlegum gildum og standa keik á þeim svona viðmiðum sem að við höfum sett okkur eitthvað sem að Evrópa náttúrulega klúðraði alveg undir þeim formerkjum að þau þetta skammast sín fyrir það að eiga menningararf samhliða því að taka undir ágæti annarar utanaðkomandi menningar
þetta er náttúrulega eins og segja, þetta er hluti af þessum réttrúnaði sem allir eru búin að gefast upp á og kannski ristir þetta ekki svo djúpt og kannski er þetta bara eitthvað neginn að vera svona hófstiltari heldur en vilda vinstrið sem að vill svona kollsteypu það að við höfum að takast á við öll verkefni með því að ríkisvæða allt en mér þykir vanta ákveðna skilgreiningu, hún er eflaust til einhver staðar en eins og ég segi þá ég er svona, þessu orðatiltæki er einhvern veginn svona fleygt fram þetta er svona eins og feðraveldið minna til feðraveldinu, það var eitthvað svona orð sem að svona er bara svona fleygt fram í einhvers konar umræðum og er þá einhvern veginn bara svona sjálfkrafa þýðing á einhvers konar aðstæðum en enginn er nokkur nær það er alltaf, já nei þetta er feðraveldi sko enginn veit hvað það er sko það er bara eitthvað svona karllæg menning sem að hyglir, þetta er svona náttúrulega út af því að hérna allt sem við kemur réttrúnaðinum og þessum gildum öllum hefur verið svona, hvað var að segja, þetta er náttúrulega bara trúarstofnun og feðraveldi er svona illi andinn að svona, þú skilgrein ekkert nákvæmlega hvað að tala en þú skuldar enga skilgreiningu, fólk á bara svona að gera ráð fyrir því já, þetta er illi andinn, þetta er feðraveldið borgaraleg gildi sjálfsögðu ekki meint í svona neikvæðri merkingu er eitthvað svona sem að ég horfa allavega svona sem að eins hlut sko. ég vil fá að vita hvað fólk er nákvæmlega að tala erum við að tala það að við ætlum að standa keika á menningarlegum gildum ætlum við að auka íhald ætlum við að reyna að passa upp á það að menningarleg gildi okkar gagnvart öðrum annarri menningu sem er að koma hingað er sko standi öðrum menningarheimum framar þá erum við komin í eitthvað svona sem myndu kalla rasisma en ég veit ekki hvort það sé ennþá eitthvað sem að fólk myndi taka mark á og þetta er kannski eins og segja kannski er þetta svona bakdyra hugtak til þess að blikka í þá átt sem að hafa áhyggjur af því kannski er þetta bara orð gegn réttrúnaðinum ég er allavega eins og segja ég er alltaf sammála þeim sem eru að kalla sig borgaralega sinna þannig að kannski er þetta bara ég sem er í einhverju bulli en ein áhugaverð breyta líka sem að mér þykir ekki hafa verið nægilega mikið rætt er staða Sjálfstæðisflokksins eftir þessar kosningar vissulega fékk hann tæp 20% en það breyti því ekki að þetta er versta úrkoma flokksins frá upphafi og því stórar spurningar sem að flokkurinn þarf að spyrja sig var náttúrulega frekar magnað sko ég er með hérna upptöku sem langar endar sýningur sem ég var að tala við Brynjar Níelsson fall ríkisstjórnarinnar árið 2023 þegar var orðið mjög augljóst að þetta væri búið talandi að koma sér út úr einhverju er ríkisstjórnin að fara að halda út kjörtímabilið? Ég bara veit það ekki ég sko menn þurfa auðvitað að setjast niður það eru hérna stór verkefni það er náttúrulega efnahagsmálin hvernig ná að bregðast í þessar verðbólgu ætla menn að draga þér útgjöldum það er orkumálin það er útlendingamálin, það eru lögreglumálin hvalveiðimálin sem er snúa náttúrulega fyrst og fremst bara atvinnuréttindum fólks allir búin að gleyma því auðvitað en hérna ef menn telja það að þessi ríkisstjórn geti komist einhverju niðurst í þessum málum þá getur þessi ríkisstjórn haldið áfram sko. En hverjum dettur það í huga? Þau getur sko, já, svo er næsta spurning sko. Hverjum dettur það í hug? Já, hverjum dettur í hug að það sé að fara að gerast út af því að þið eru ósammála bókstaflega sko, ekki bara eitthvað í sko, blæbrigðamun þetta er bara andstæða á sekurum pólnum í nánast öllum þessum efnum og það er svona eins og ég sko gerði þátt daginn það er svona í þættinu sem ég var að nefna þann pælingdagsins þar sem ég sagði bara hún springur fyrir Helgi hún gerði það eiginlega á þessum hittafundi á Akranesi og sko hún mun ekkert ná að halda út eitt og ef hún gerir það þá er það bara út af því að það er verið að halda sko líkinu bara í einhverjum sko ég veit ekki hvað þetta er sprungin ríkisstjórn og þegar þau koma saman, ég meina hvað ætlar Jódís Skúladóttir að fara að skrifa upp og hérna það sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur fram í rasetta drullupollinum sínum og ætlar Stefán Vagn að fara að skrifa upp á löggjöf bannandi hvalveiðar að eilífu hjá Svandísi Svavarsdóttir þetta er náttúrulega, ég skil ekki okkur það er ekki bara leyft okkur að kjósa út af því að núna er fólki bara áskrifundur á laununum sínum Þetta er allt eðlilegar spurningar Þetta er allt eðlilegar spurningar og hérna, ég segi bara sko hérna sem sko hluti þessar ríkisstjórn menn verða þá núna að nota sumarið til þess að komast einhverju niðurstöðu í þessum stóru málum sem eru málin sem blasa við í nánustu framtíð og ef menn ná því ekki
þá þetta bara, segir sér sjálft, það tvennt í stöðunni. Annarkvæmt að mynda eitthvað nýja meirhluta í þessu þingi, eða kjósa upp nýtt. Já, meina, en sko, ég veit ekki alveg sko, út af því að það er eiginlega sama á hvernig þú lítur á þetta, út af því að ef allir með Svandís lúffar í hvalveiðamálinu, þá útrýmur hún VG sem stjórnmálaafli. Og ég, einhvern veginn eins og segi, ég taldi mig vita að þetta ég sagði þeim eitt við Brynjar Níelsson, hann 2023, að ef að Svandís myndi halda áfram eins og með hvalveiðarnar og önnur mál, ég held að hafi verið í júní, að þá myndu þau draga sjálfstæðisflokkin í fenið með sér og að skynsamlegasta ákvörðunin þá hefði verið að slíta þessari ríkisstjórn sem var náttúrulega bara að drappast niður með hverjum deginum og þá myndi Bjarni segja nei, við náðum svo mörgu flott í gegn, en ég meina það breyti því ekki að þú hefðir eflaust Bjarni náð einhverju betra í gegn ef að þú hefðir slitið þessari ríkisstjórn og náð þá betri árangri í kosningum þá. En eins og segi, það magnað að fylgjast með svona sjálfstæðisflokknum núna. Ég held að besta sem getur komið fyrir þau var að fara í hérna stjórnarandstöðu. Ég hef svona verið að tala við hérna ýmsu þingmenn sem eru að mér finnst, en það kannski segja ekki beint út, en að þeim finnist og hugnast að fara í stjórnarandstöðu. Það náttúrulega meikar ekkert sens að vera að fara í einhverja stjórn þar sem að þau þurfa að vera að lúffa ennþá meira og vera einhvern veginn undir hælnum á þeim sem að, og það því að sko sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega bara alltaf einhvern veginn, já við viljum klára það sem við byrjum á, en menn á kostnað hvers? Þau voru þarna með flokk sem var að mælast mjög lágt, sem bara var að taka yfir alla stjórnmála umræðu. Og eins og ég nefndi þannig við Brynjar í þessu sem ég var að sýna ykkur, að þá var það orðið mjög augljóst að þetta myndi bara koma til með að versna. Og það að hvalveiðimálið var bara forsmekkur af orkumála og útlendingaumræðu, sem að var svo að endingu ástæðan fyrir því að þessi ríkisstjórn þurfti að segja þetta gott. En ég eins og ég segi, ég tel að Bjarni sé búin að koma sér í þá stöðu að það verður erfitt að verja, ég held að hann vilji formannin áfram, en það verður aftur á móti erfitt fyrir hann með þessa útkomu. Hann besti stjórnmálamaður á landinu, en vandinn bara sá að fólki finnst það ekki, og það mjög mörgum sem að finnst það ekki. Mér persónulega finnst Bjarni standa öðrum framar, maður sá það bara í þessari kosningabaráttu að hann var miklu betri heldur en aðrir stjórnmálamenn að takast á við mjög erfiðar umræður. Hann missir aldrei kúlið eins og sagt það ekki hægt að segja alla þá sem eru í sjálfstæðisflokknum og koma svona, já, helst til greina í því að taka við þessu kefli. En eins og segi, þetta verður náttúrulega bara spennandi. Vinstri allavega fallið, 6 flokkar á þingi sem magnað, því að það verður ótrúlega áhugavert að fylgjast með stjórnmálunum. Hvernig til með Samfylkingin að fara að beita sér? Þeir að fara að færa sér lengra til vinstri? Hvað þýðir það fyrir ríkisstjórnarsamband ef þau fara með Viðreisn og mögulega Miðflokknum eins og einhver hafa verið að tala um? Geta það þá? Þá þeir að fara í svona Mette Frederiksen velferðar, svona anti-útlendinga, anti-hælisleitenda stjórn. Ég veit það ekki. Eins og segja, ég held að þetta verði ótrúlega gaman fyrir mig. Ég reynda pínu pirraður yfir því að ég fjalla svo mikið réttrúnaðinn að ef að réttrúnaðurinn fellur alveg þá þarf ég einhvern veginn að fara að breyta því algjörlega hvernig ég hugsa stjórnmálana, því að maður orðin sko, ég ætla bara að viðurkenna, maður næstu orðin dogmatískur gagnvart þessari réttrúnað, en ég held því fram að við munum aldrei reikna okkur niður á þann skaða sem að réttrúnaðurinn hefur ollið síðustu ár. Akademían til að mynda algjörlega gengin sér til húðar, hún þarf að fara í stórkostlega endurskoðun á öllu sem við kemur námi. Það núna búið að ljúga því af, sko, svo við tölum nú Bandaríkin, 100.000 stúdenta, örugglega milljóna, að þau séu að sækja sér nám sem að mun koma til með að bæta þeirra stöðu í samfélaginu, sem náttúrulega bara helber lygi, þar sem að þau eru að fara að meta allt sem að við kemur samfélaginu út frá því hvort einhver sé hvítur eða hvort hann sé karlmaður eða hvort hann sé ríkur eða hvort hann sé fátækur eða hvort hann sé í þessari stöðu eða hvort að sko búrkan sé einhvers konar frelsis sko mál, og við erum einhvern veginn búin að bara taka þátt í allir þessari dellu.
undir þeim formerkjum að við séum svo umburðarlynd þegar náttúrulega umburðarlyndi er nákvæmlega ekki neitt í þessum réttrúnaði. Núna er þetta búið að sópa þessu út, en ég eftir á móti hef áhyggjur af því út af því að fyrir ekki svo mörgum áratugum þá náttúrulega vorum við alltaf að reyna að fá einhvers konar hugsjónir frá akademíunni. Við sjáum til mér núna í þessari kosningabaráttu, það er búið að vera að fá Evu Heiðu Önnudóttur sem náttúrulega var minn leiðbeinandi í meistararitgerðinni minni og ég ber mjög mikla virðingu fyrir henni. Hún er alveg frábær. En aftur á móti þá verða sko stjórnmálafræðingar sérstaklega, að mínum að út að ég er stjórnmálafræðingur sjálfur, kannski er þetta bara nærtækt, að fara að endurskoða það hversu mikil áhrif allur þessi dogmatíski réttrúnaði sem er náttúrulega bullfræði, og það er allir svona prófessorar og einhver sem að hafa eitthvað svona vit alveg að þetta er algjör della, það bara hefur verið ákveðin og mikill fórnarkostnaður af því að standa í hárinu á þessu. En núna er aftur á móti komið á daginn að er fólk líklegt til þess að fara að sækja sér einhvers konar hugvísindi eða félagsvísindi? Er það áfram að fara að vera skyldunám að taka þátt í einhverjum svona feminískum kynjafræði áfengum sem byggja náttúrulega bara á einhverjum svona, eins og segi, bara tálsýns vísindum, þar sem að vísindin eru helst byggða á einhverjum svona aktivistum sem hafa hagsmuni af því að ná ákveðinu niðurstöðu, og þar alveg bara skekkir þetta allt sem að við kemur okkar samfélagi í því hvernig við ætlum að reyna að bera okkur fram á vísindalegum grunni. Þannig að það verður mjög áhugavert að fylgjast með stjórnmálunum. Þetta er að horfa til betri vegar. Ég veit ekki hversu langt pendullin er að fara að ná, en ég held að, eins og segi, næsta ríkisstjórn mun ekki starfa til enda, sérstaklega ekki ef að flokkur fólksins er þar innan borðs, út af því að það verða svo stórkostleg verkefni framundan. Það eru svo mikið af hreyfanlegum breytum sem að koma til með að hafa áhrif á okkur, bæði hvað varðar verðbólgu og það bara innflutning bara alls konar vara. Ef að núna var til dæmis svona tyrknesk stuttur svona gráúlfs armur þeirra sem eru í Sýrlandi. Það er að segja að þeir setja ákveðið svona merki sem er hérna úlfamerkið, sem er sem sagt er ákveðin svona hugmyndafræðilegur leiðbeinandi í svona, hvað ég var að segja, svona etno-tyrkneskur nationalismi. Þeir eru búin að taka yfir í Sýrlandi, eru að fara að berjast á móti Assad. Rússar eru náttúrulega að takast á við það líka og aldrei að vita nema að það verði að einhverju proxy stríði eins og vanalega. Maður er búin að heyra svona út undan sér að þetta sé jafnvel einhvers konar ISIS armur sem að geti þá að vera að fara að riðja sér til rúms aftur, sem að Trump náttúrulega útrýmdi á sínum tíma. Þannig að eins og segi, það eru rosalega margar bara þessi breyta. Svo erum við stríð fyrir botni Miðjarðarhafs, svo erum við stríð í Úkraínu. Það er alveg hægt að færa rök fyrir því að þessi sé einhvers konar styrjöld í gangi. Ég veit ekki hvort það sé heimstyrjöld, en aftur á móti þá eru mjög svona fáir hlutir sem þurfa að eiga sér stað til þess að þetta víkki út miklu meira og sem mun koma til með að hafa áhrif á lífsgæði okkar. En við tökum þessu nú bara á við það með því að prenta peninga og hækka laun og minnka vinnuframlag og auka kulnun. Þannig að við þurfum ekki að hafa ágjörð þessu. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þetta var svo sem bara eitthvað auka rant. Ég vona innilega að þú hefur skemmt þér á kosninganótt og ég vona innilega líka að þú sérstaklega góðan dag, kæri hlustandi. Ég er náttúrulega ekki búin að búa til efni eins og ég sagðist að gera inn á þennan vettvang, en út af því hversu ótrúlega mikið efni ég var að taka upp á einn pæling, að þá var það bara ekki séns að vera í þessu líka. Þetta er tímafrekt. Ef þú vilt styrkja þetta framtak máttu endilega gera það með því að fara inn á partus.is/1pæling. Þetta er enn sem komið er eina leiðin mín til þess að fjármagna þennan rekstur og hann er ekki arðbær. Þetta er aðalega út af hugsjónum, en aftur á móti fyrir þá sem eru líka aðdáendur hlaðvarpsins 1 pæling, að þá mun ég núna á næstu dögum tilkynna ákveðna breytingu hvað varðar hlaðvarpið, en meira um það síðar. Takk æðislega fyrir að hlusta og þangað til næst.